Komiði sæl. Afkoma Landsbankans á árinu 2018 var góð og fjárhagsstaða bankans sterk. Áhersla bankans á hagræðingu og skilvirkni hefur borið góðan árangur og stendur heildarrekstrarkostnaður bankans í stað á milli ára. Hagnaður bankans nam 19,3 milljörðum króna samanborið við 19,8 milljarða króna á árinu 2017. Arðsemi eiginfjár var 8,2% sem sama arðsemi og árið áður. Eiginfjárhlutfall alls í árslok var 24,9% samanborið við 26,7% á sama tíma árið áður og sem fyrir vel umfram heildar eiginfjárkröfu Fjármálaeftirlitsins. Eigið fé bankans nam 239,6 milljörðum króna í árslok samanborið við 246 milljarða króna ári fyrr en á árinu greiddi Landsbankinn 25 milljarða króna í arð til hluthafa. Hreinar vaxtatekjur jukust um 4,5 milljarða króna milli ára og námu 40,8 milljörðum króna í takt við stækkandi útlánasafn bankans. Hreinar þjónustutekjur Landsbankans námu 8,2 milljörðum króna og stóðu nokkurn veginn í stað frá fyrra ári. Aðrar rekstrartekjur námu 3,6 milljörðum króna og lækkuðu 49% milli ára. Óhagstæð þróun á verðbréfa- og gjaldeyrismarkaði helsta skýringin á lækkun annarra rekstrartekna á milli ára. Rekstrarkostnaður var 23,9 milljarðar króna og stendur nánast í stað á milli ára, en stöðugildum í bankanum fækkaði 78 á árinu eða sem nemur 8%. Heildar eignir Landsbankans jukust 133 milljarðar króna milli ára og námu í árslok alls 1326 milljónir króna og útlán jukust 15% milli ára eða 139 milljarðar króna og útlánaukningin bæði í formi íbúðalána til einstaklinga og lána til fyrirtækja. Rekstur Landsbankans traustur og viðskiptavinir ánægðari og markaðstildi bankans mesta á landinu. Á árinu 2018 kynnti Landsbankinn fjölmargar nýjungar í stafrænni þjónustu. Þessar mundir eiga sér stað miklar breytingar í fjármálaþjónustu og tækni og hlökkum við í Landsbankanum til að takast á við tækifærin sem í þeim felast.